Guðrún Margrét, þú hefur rætt mikið góðgerðarmál og kristna trú í þínu framboði. Þarft endilega bjóða þig fram til forseta til að koma þessum málum áfram. Var ekki nærtækara bara að gera það í gegnum góðgerðarfélög eða gegnum kirkjuna? Ég náttúrulega búin að starfa í gegnum góðgerðarfélög eða félag og búin að vera í kirkju. En ég held að forseti hafi miklu meiri áhrif og það séu miklu meiri tækifæri til að verða til góðs. Þú sagðist hafa tekið þessa ákvörðun að bjóða þig fram með því að stinga fingrinum í Biblíuna og fundið svarið. Myndirðu þið taka aðrar ákvarðanir sem væru þá á sviði forseta með sama hætti? Nei, ég myndi ekki gera það. En að sjálfsögðu myndi ég biðja Guð að hjálpa mér að finna eða taka rétta ákvörðun. Elísabet. Ásamt ég á ráðgjafa. Ef þú verður forseti, mynd þú beita þér gegn því að stjórnarskráni verði breytt, Guðrún? Nei, ég myndi ekki beita mig gegn því, enda er það ekki hlutverk forseta, heldur hlutverk Alþingis að beita sig fyrir breytingum á stjórnarskrá og síðan fólksins að kjósa þær breytingar. Þessi spurning er svona: ef þú verður forseti, mynd þú vísa lagafrumvörpum til þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn fjöldi kjósenda óskar þess, jafnvel þó að þú kunnir að vera sammála þessum lögum? Guðrún? Já, ég er sammála þessari síðustu orðræðu, en ég myndi ekki vísa málum til þjóðaratkvæðagreiðslu nema það væri brýn þörf og í algjörum undantekningatilfellum, ef að það væri óafturkræfar breytingar á högum lands eða þjóðar. Guðrún Margrét, mér langar til að spyrja þig, það hefur komið fram að trúin leikur stóran þátt í þínu lífi og þú segir á heimasíðunni að kristin trú sé ein af grunnstoðum samfélagsins en að á undanförnum árum hafa nátt í vök að verjast. Hvað áttu við? Já, það hefur verið það hefur verið tilhneiging eða finn ég ekki orðið. Það hefur verið komið fram í konunum að kristin trú hefur, eða bara trú landsmanna hefur farið minnkandi og kristin trú þar með. Kirkjusókn til dæmis. Það hefur verið tekið til dæmis Nýja testamenti úr skólum. Það hefur verið svona markvisst verið að svona fjarlægja trúna frá börnum til dæmis og unga fólkið er sérstaklega núna orðið svolítið rótlaust varðandi trúna. Ertu þá andvígt trúfrelsi í landinu? Alls ekki, það er náttúrulega mannréttindi. Það er í stjórnarskrá og það er sjálfsögð mannréttindi að fá að trúa því sem maður vill, en hins vegar er kristin trú hluti af okkar rótum og við þurfum að rækta þessar rætur og hlúa. En yrðir þú forseti þeirra sem ekki trúa eða trúa öðruvísi en þú? Yrðir þú forseti múslima og hindúa og trúleysingi? Að sjálfsögðu yrði ég forseti allra landsmanna og það er bara náttúrulega sem sameiningatákn. Það eru allir jafnir. Hvernig myndir þú sem forseti sem hefur þetta svona ofarlega á stefnuskránni nálgast hópa sem trúa, til dæmis múslima, hvernig myndir þú nálgast þá? Ég myndi bara nálgast þá eins og hvert annað fólk og það eru allir jafnir og hafa allir jafnan rétt. Þetta er rétt eins og við erum Íslendingar og við höldum íslenskun okkar, en við getum alveg umgengist fólk sem að tala tungumál eða hefur aðra menningu. Á forseti að útiloka fyrirfram að hitta þjóðarleiðtoga ríkja sem eru sökuð mannréttindabrot af samtökum eins og Human Rights Watch til dæmis? Guðrún? Ég myndi ekki útiloka það. Ég myndi vilja hitta þá til að reyna að koma málum til betri vegar í þeirra landi. Og mér finnst ekki rétt að einangra þjóðarleiðtoga eða þjóðir, af því að það eru þjóðir á bakvið þess að kannski umdeildu leiðtoga sem að líða.
Alþingiskosningar í haust þær verða ekki nema forsætisráðherra leggi fram beiðni þingrof til forseta. Það liggur fyrir að formaður Framsóknarflokksins og hluti þingflokks andvígur kosningum í haust þótt forsætisráðherrann sé þeim hlynntur. Ég ætla að spyrja já eða nei, munt þú samþykkja þingrofsbeiðni frá forsætisráðherra í haust undir þessum kringumstæðum? Guðrún? Já, ég myndi gera það af því að það er hlutverk forseta að verða við beiðni forsætisráðherra og það er rétt að gera það nema sé einhver neyðar ástand í gangi. Hvað finnst frambjóðendum að leggja niður forsetaembættið? Guðrún? Já, ég myndi alls ekki vilja leggja það niður. Ég myndi ekki vilja sjá að forsætisráðherra væri æðsti þjóðarleiðtoginn. Guðrún Margrét, mig langar til að spyrja, þú hefur reynslu af alþjóðlegu hjálparstarfi og vilt leggja áherslu á það. Elísabet talar flóttamennina, það er kannski mest aðkallandi mannúðarmálið í heiminum. Flóttamannastraumurinn frá Sýrlandi. Myndir þú beita þér fyrir því að fleiri flóttamenn kæmu hingað til Íslands til dæmis? Nei, ég myndi ekki gera það. Ég myndi frekar styðja það að það yrði hlúð að þeim á landamærunum þar sem þeir eru að koma til sem sagt og frekar þá, já, taka vel á móti þeim þar, leggja þá fé í að taka vel á móti þeim þannig að þeir hafi þá möguleika að snúa tilbaka þegar ástand lagast í landinu þeirra. Ég hefði frekar, sem sagt, já, viljað það. Hún Guðrún óskaði eftir orðinu og hún er svo hóvær. Já, Guðrún, gjörðu svo vel. Mér langaði aðeins að bæta við, varðandi, hælisleitendur og flóttamenn, að mér finnst, finnst öðru máli gegna hælisleitendur sem hafa komið hingað og eru kannski börnin komin í skóla, búin að læra íslensku, fólk búið að leggja mikið á sig og svo er verið að vísa þeim úr landi og það finnst mér ófært. Hvaða spurningu langar þig að spyrja forsetaframbjóðendur? Hvað heldur það sé skemmtilegast við að vera forseti? Já, það er nú ekki flóknara en þetta. Við ætlum sér að spyrja ykkur, hvað haldið þið að sé skemmtilegast við það að vera forseti? Þetta er ein spurning fyrir ungu kynslóðina. Guðrún? Ég held að væri að hitta börn sem eru búin að gera eitthvað frábært, til dæmis safna fé fyrir börn sem líða á öðrum löndum.